Við ætlum að halda áfram með það sem við erum búin að gera sérstu 2 vikur sem að tengja React og gera þá í sambandi við verkefni 4. Þannig að við vorum komin hingað seinast og ég ætla bara að byrja frá þessum grunni, kopja þetta, fara bara hérna. Svona. Gerum þetta tilbúið. Og svo munum við að við þurfum að keyra líka sýnilustina hérna á þessu og þá erum við að gera það með því að keyra á okkur öðru porti, keyrum það bara áfram á porti 4000. Þannig að þetta núna keyrandi í bakgrunninum og við getum notað Postman til þess að gera queryur á API-in okkar. Þannig að þetta bara eins og við höfum verið að gera. Nei, þetta eitthvað vitlaust hérna. Hér eitthvað annað í gangi. Breyta base url, það á 3000. Förum hérna, breytum því í 4000. Út af því að við sögðum hérna að keyrum þetta á porti 4000. Núna ættum við að fá departments á þetta og svo við fáum hérna, þá fáum við 44 og hérna fáum við departments. Alright, þetta að keyra. npm install búið að keyra og nú ætlum við að opna bara svona þannig að ef við opnum þetta keyrum já, það eitthvað annað á porti 3000 sem við sáum hann áðan og núna fáum við upp þetta. Þannig að við vorum með þetta hérna og við vorum búin að leiðrétta hérna þetta sækert í byrjun. Þannig að við fáum ennþá þetta loading hérna en það eitthvað sem við skoðum í næstu viku hvernig við getum server-side rendera þetta þannig að við fáum þessi gögn í byrjun þannig að þau blikka okkur ekki svona. En við erum með hérna einhverjar lintvillur og við erum með hérna departments og núna viljum við búa til eitthvað form hérna sem að býr til nýtt department. Við getum bara að kalla það department form. Þá getum við nýtt okkur það að við ætlum að bara vera með hérna React component sem að felur þessa flæki fyrir okkur. Og þá getum við farið hérna, við getum farið bara hérna í departments og við getum gert department form og þá getum við gert export það tekur hugsanlega við einhverjum props og það skilar síðan einhverju form on submit handler input type text button senda nú erum við komin með hérna það sem við þurfum tökum við bara burtu það sem við ekki nota nú erum við komin með eitthvað form hérna við erum að importa það hér fáum það svona hreinsum upp eftir okkur líka þess hérna og ef við vistum þetta við gerum núna að þá erum við komin hérna með í raun eitthvað form. Þannig að ég get skrifa eitthvað inn og ég get ítt á senda og það sendir þetta eitthvað. En það sem gerist núna er raun og fer aftur á síðuna og það er bara eitthvað reload sem gerist. Þannig að þetta er svona klassískt í þessu er að alveg eins og þegar maður er að vinna með þetta eins og við erum með webform 1 og við þurfum í raun að stoppa formið í að gera það sem er þetta default. Þannig að við þurfum að taka hérna inn eitthvað sem er þessi event hlutur og við erum að segja event.prevent default. Ok? Svo getum við gert hérna console log eitthvað halló frá formi. Og þá núna, ef við gerum svona, þá fáum við hérna halló frá formi og þetta reloadar ekki. Þannig að við stoppum í raun formið í að gera það sem er því eðlislegt sem er bara submittað eitthvað.
eins og við höfum verið að gera, vorum gerðum í verkefni 2 þar sem við vorum með form sem við submituðum og þá tók serverinn við því og gerði eitthvað. Nú er serverinn ekki að gera þetta, nú er JavaScript clientinn sem fellur undir React frameworkið að gera það. Þannig að við erum að gera þetta núna á clientnum, ekki á servernum. Þannig að þetta er aftur þetta aðskilnaðurinn á milli servers og client. Og ef við skoðum síðan aðeins það sem er í námsefninu, þá eru nokkuð dæmi þessi form. Það var hérna form og hérna erum við með þetta og sjáum aðeins hvernig þetta er og þá erum við með þetta prevent default hérna, þannig að við erum í raun hérna og núna þurfum við þetta að geta einhvern veginn náð í upplýsingar úr forminu í React. Og það sem við höfum í React eru 2 leiðir til að vinna með þetta. Við höfum leið sem er í raun að segja það að þessi hérna, þetta input taki við einhverju texta og skrá einhverju texta er í sjálfu sér að halda utan eitthvað state. Þannig að þegar ég er að slá eitthvað inn hérna í þennan hérna input rate þá er ég að halda utan eitthvað state. Þannig leið ég skrifa texta slæ á lyklaborðið þá er ég að bæta við nýjum staf í þetta state og ég er að sýna stateið hérna. Þannig að þá er þetta bara meðhandlað af inputinu sjálfu. Þá segjum við að það input sé í uncontrolled state, eða uncontrolled. Þetta er uncontrolled input, af því að við erum ekki að stjórna því. Ef við viljum stjórna því, þá þurfum við að taka okkur þá ábyrgð að halda utanum þessar hluti sem er verið að skrifa og slá inn. Þess því að við þurfum að segja on change gerist eitthvað. Og þá þurfum við að búa bara til annað fall sem meðhöndla það. Það tekur inn einhvern hlut og gerir eitthvað hérna. Núna ef við reloadum og þá sjáum við hérna að það keyrir eitthvað en við erum samt ennþá að sjá eitthvað verða til hérna. Þannig að við erum hálfpartinn hérna. Þannig að við kíkjum hér og þá sjáum við hérna, við erum komið þetta hérna en við erum ekki búin að setja valueið. Þannig að þá þurfum við að hugsa þetta þannig að núna grípum við fram fyrir hendurnar á vafranum og segjum, vafri, ég sé þetta, þú átt ekki að geyma þetta. Þannig að við segjum value er eitthvað ákveðið, en núna er þetta bara eitthvað hardkóðastrengur. Þannig að núna slægi eins og ég vil, ég fæ ennþá eventin en ekkert uppfærist, því að ég er bara búin að segja að það er bara hardkóðastrengur sem á að birtast. Þannig að núna er ég að stýra þessu, nema að núna er ég ekki búin að klára þetta þegar ég er ekki búin að halda utan state rétt. Þannig að þá þurfum við að nota useState eins og við sáum í seinasta tíma og segja köllum þetta bara nafn eða name og set name og það er useState og sendum inn hérna tómastrengin og segjum svo hérna að við þurfum í raun að taka þetta state hérna og senda það síðan áfram hér. Þannig að við þurfum að taka þetta hérna og setja name hér og svo þurfum við að taka í raun það sem var verið að slá inn og senda það inn í name. Þannig að við bara afritum það hérna. Þá er það bara svona. Set name. Verður í raun bara valueið sem er í forminu nú þegar. Þannig að valueið er það sem við sendum það inn. Þannig byrjun er það tómustrengurinn. Síðan sláum við eitthvað inn. Þá kemur eventið. Þá slóum við einhverjum með lyklaborðið og sláum á A. Þá kemur A hér inn sem value. Og þá setjum við nameið sem A. Þá fer value hérna, uppfærist yfir í A. Þá slæg ég inn aftur, það er S. Þá kemur S inn, þannig að þá er komið AS. Þá er það set sem state og svo framvegis. Þannig að þá erum við búin að segja að við erum komin inn í þessa hringrás og erum í raun að halda utan það í þessari breyti okkar. Þannig að þá getum við sagt hérna console log name og þá núna ef við gerum A þá fáum við AA S, AS og þá var það í raun þetta að loggast út hérna og þá er þetta í raun farið að keyra
og birtast og virka bara eins og við myndum halda, nema að núna hef ég alltaf breytuna og get gert eitthvað við hana. Þannig að núna ef ég vil senda eitthvað hérna, þá bara vísa ég í name breytuna. Þannig ég er búinn að skrifa eitthvað hérna inn, senda, halló frá formi, senda ASDF. Þannig þá get ég nálgast þetta gildi, út af því að ég er komin með formið í controlled state, sem þýðir að ég sé allt sem á að gerast í forminu. Ef ég ger þetta svona, já, veitum við, þá fæ ég ekki villu, en ok. En við viljum setja þetta hérna inn, út af því að ef við sendum ekki value hérna alltaf sem streng, þá getum við lent í því að fáum villu sem er svona, contains an input of type text with both value and default value. Þá segir þess að React okkur með villu, input elements must either be controlled or uncontrolled. Þannig við getum ekki gert bæði. Við getum ekki sagt bæði verður með default gildi og láta svo vafran sjá um þetta, en líka mig. Þetta verðum við að velja aðra hvora leiðina. Og þá er hérna í documentationinu það hvernig við hérna notum controlled input with a state variable. Þannig að þetta er bara það sem ég var að fara í gegnum. Þannig að þetta er bara nákvæmlega þetta. Og sem er líka gleðilegt hérna að nýju React docs komu út bara í seinustu viku og eru í raun mjög mikil bót frá því sem áður var. Nú er þetta að fara hérna í Learn React og þá getið þið séð hérna í raun það sem við erum búin að vera að skoða, creating and nesting components, writing markup with JSX, displaying data, conditional rendering og using hooks. Þannig við erum aðeins búin að snerta á þessu og síðan er líka þetta að fara í API references og þá er þetta að skoða til dæmis effect hooks og fara hérna einhvers staðar og finna hvað er vinur okkar use effect, já, hann var bara hérna. En þá getur við séð, hérna er bara allt það hvernig við notum use effect, hvernig þetta virkar hérna með dependencies og þetta, og hérna er þetta að skoða og sjá hvernig þetta virkar. Ok, þannig nú erum við komið þetta, þannig að núna viljum við segja bara ok, nú vil ég búa til nýja deild og ég ætla að setja bara hérna fyrir ofan þegar ég vil setja einhverja fyrirsögn hérna, ný deild, svona. Þannig að núna viljum við ímynda okkur að þetta eru allar deildirnar, nú vil ég búa til nýja deild og svo vil ég í raun uppfara listan hérna frá ofan. Ok, þá vil ég geta slegið inn bara eitthvað heiti á deildinni hérna og jafnvel lýsingu á henni til þess að búa hana til. Þannig að ég ætla í raun að kalla í þetta hérna. Svona. Þannig ég vil geta gert þetta. Já, ég ætla einmitt að fá upp villuna sem að já, þetta er hardkóða hérna í vittlusa svona. En núna var þessi til, núna verður hún ekki til. Þannig að ég vil í raun geta gert þetta, fengi villuna og byrta einhverja villu á skjánum. Það er næsta skrif hjá okkur. Þannig að þá getum við gert hérna label for name, eitthvað svona, sett upp HTML okkar hvernig við viljum, svo getum við sett inn einhverja stíla sem að láta þetta líta betur út. Getum ID, name. Þannig þá erum við komin hérna með eitthvað nafn og eitthvað svona. Þannig að ég get gert búið til nýja deild og það búið sendi á API-in og gera eitthvað. Ok. Þannig að þá þarf ég aftur, eins og við vorum með í þessu hérna, að hugsa þessar stöður á gögnunum okkar.
í hvaða stöður getum við lent, við getum fengið villu, það er að segja eins og að það vanti description, það tekur ykkur tíma að búa hana til og svo framvegis. Þannig að við getum þá sagt hérna, við erum í einhverju steiti, við erum með eitthvað url sem við ætlum að senda á og við ætlum síðan að framkvæma eitthvað. Þannig að þegar við submittum, þá er það eins og við vorum að gera með use effectinu. Þá erum við að gera einhverja requestu eitthvað. Þannig að þá gerist eitthvað. Nema núna gerist það ekki þegar við opnum síðuna, nú gerist þegar við ítum á takkan. Þannig að ef við nýtum okkur aðeins það sem við vorum með hérna, að við viljum vera með eitthvað svona fall sem gerir eitthvað eins og þetta hérna. Þá getum við kalla það bara create department og við getum sagt ok, við viljum fá name inn og þá förum við hérna og förum í loading state, við erum ekki að slípa neitt, við erum ekki að fara að setja gögnin hérna, heldur erum við í raun að fara að segja bara ok, ég gat búið til deildina eða ég fekk upp ykkur villu. Þannig að við ætlum ekki að fetcha svona, svolítið með get, heldur ætlum við í raun að gera hérna method post body verður þá bara eitthvað body sem þá í raun JSON okkar, þannig að þessi hérna gögn eru þau sömu ég er að senda hér. Þannig að þetta út hérna segjum const body er title er name. Svona óheppilegt, þannig að þú ættum við að refactora þetta og breyta name yfir í title hérna. Þannig að núna erum við að senda post requestu og við ætlum svo ef það kemur ekki response þá ætlum við bara að segja not ok og það fer hingað og setur okkur í eitthvað error state og þá ætlum við að segja bara hérna gera svona og setja hérna villa við að búa til deild bý til deild svona set departments hérna, já við erum ekki að nota þetta og við erum ekki að nota þetta. Þannig að núna getum við gert svona senda ASDF smá pláss vesen hérna en nú gerist ekki neitt út af því að við köllum aldrei í create department. Þannig að þá núna þegar ég sendi þetta þá ætla ég að gera create department name. Ok, nú ger ég búa til og þá sendi ég fæ villu og þá fer ég í þetta villu state og ég segi villa við að búa til deild og þá sjáum við hérna í networks tabnum að það var til í raun requesta og hún var post á localhost 400 departments en við fengum tilbaka í raun response sem að það að title hafi verið vitlaust hjá okkur en þá við kíkjum á það þá sendum við bara objectin yfir. Þannig að við þurfum að taka JavaScript hlutin og búa til JSON úr honum. Þannig að það er ekki nóg að senda bara beint svona. Það þarf body að vera JSON.stringify á body. Við þurfum að taka objectið sem við erum með og búa til úr því streng sem er JSON. Ok, þannig núna erum við búin að laga þennan bug. Sendum hérna og fáum tilbaka núna, fáum að payloadu okkar er actually JSON og þá fáum við tilbaka title required sem þá eitthvað skrítið, við vorum að senda title title required max 64, við erum með title ASDF ok þannig að þetta virkaði hérna
eitthvað er í ólagi. Svona, title, response, title required, post og department. Hvað er að baka okkur hér? Segjum bara svona sama description, prófum bæta því við hérna líka. Descriptionu fara yfir þetta að fara á réttan stað. Sjá, hvað er ég að gera vitlaust? Departments, post. Já. Ég er sem sagt að posta JSON-i, en ég er ekki að láta serverin vita ég sé að posta JSON-i. Þannig að það sem vantar hérna er í raun og þegar ég sendi requestuna, við förum það niður, að þá segi ég content type text plain. Þannig ég er að senda JSON sem text plain. Serverin er að segja, heyrðu, þú sendir bara text plain, ég býst við JSON-i. Þetta er ekki til í JSON-objektinum, hér er villa. Þannig að það sem við þurfum líka að gera hérna er sem sagt að senda headers, content type application JSON. Svona. Þá sendum við request, skrifa þetta kannski vitlaust. Sjá, content type application JSON. Svona, nú gekk þetta. Þannig nú fáum við tilbaka hérna til þess að 201 created eins og við vorum að gera í Postman og response okkar er í raun nýja deildin. Þá sjáum við hérna XXX var til og svo núna ef við reynum að gera aftur þá fáum við villu út af því að þá segjum við department with title already exists. Þannig núna viljum við í raun taka í burtu þetta hardcode description hérna og bregðast við þessari villu. Þannig að ef við fáum villu, þá viljum við núna taka við villunum frá vefþjónustunni og setja hana einhvers veginn í viðmótið þannig að notandinn geti lagað hana. Þannig að þá getum við sagt hérna errors, set errors. Það er þá bara, getum notað tóma fylki fyrir það. Og þá erum við að gera ráð fyrir því að við fáum tilbaka einhverjar villur eins og eru hérna, sem eru þá eitthvað errors, sem er fylgi af þessu hérna, sem við getum þá birt í viðmótinu. Ok, tökum hérna svo við munum hvernig það líti út. Ef að responsið er ekki ok, þá ætlum við að þróa þessu hérna. Sleppum því, segjum þá í staðinn. If response status er stærri eða jafnt og 400 og response status er minni eða jafnt eða bara minni en 500. Þannig að við erum einhverstaðar í 400 rangeinu. Þá ætlum við að segja set errors á JSON parse á response response.json sem tekur þá
þetta þá responseið okkar og þá ætlum við að segja response.json.errors. Þegar við lokum það út hérna. Else, þá hafa hérna, else, ekki svona, heldur, svona. Þannig að annarkvort fáum við OK tilbaka og þá setjum við bara, við erum með data og þá reyndar erum við ekki að birta neitt að þetta verður búið til. Þannig að segjum þá frekar hérna success. Þannig að stateið okkar getur þá verið success og þá ætlum við að segja bjó til deild. Ok, en núna ef við prófum þetta, sendum eitthvað vill að við að búa til deild, kíkjum í konsolið, object is not valid, sjáum hvað er að gerast hérna, hello frá formi, senda, nei, við þurfum ekki að gera þetta er náttúrulega gerist fyrir okkur þegar við segjum response.json. Þannig svona, þá fáum við hérna errors og hérna villun okkar og ætlum að taka errors úr þessu, setja það hérna í og þá núna, ef við erum með error sem við erum með hérna, sem við reynda glemdum að setja hér, en þá segjum við förum í þetta error state, við setjum villunar okkar, við erum hérna í einhverju error state, þannig að við segja vill að við að búa til deild, nú ætlum við að stækka þennan komponent þannig að ætlum að segja hérna villur og þá er það bara eins og við vorum að henda út villunum hérna eða út departmentunum hérna, þá viljum við bara henda út villunum þannig að getum við sagt errors error punktur message svona þá þurfum við að setja jafnvægi í þetta hérna svona svona þá getum við gert þetta hérna villur, title required, max 64 characters. Þannig ef ég reynir núna, sjá, við minkum þetta aftur aðeins hérna. Svona. Þá getum við prófað að gera hérna XXX, þá fáum við department with title already exists. Þannig núna erum við að birta villurnar, þannig að ég sem notandi get komist að því hvað er að og geta gert hérna 4x og þá fæ ég bjó til deild. Ok, og við vorum ekki að senda description, þannig að description var ekki required hjá okkur. Nú getum við staðfesta hérna, þetta fleiri, þetta er allt í lagi. Þá var þetta bara til hérna og ekkert description. Þá er spurningin, hvað viljum við þá gera hérna til þess að uppfæra deildirnir okkar? Og þá komum við að svona state vesenni sem er það að núna erum við með sem sagt, það teknum við upp á töfluna hérna, við erum með tré, sem við erum með app hérna, og svo erum við með departments og form. Þannig að nú gerðist eitthvað hérna í trénu sem þarf að áhrif á þennan hérna. Þannig núna þurfum við annarkvæmt að geta látið þessa hérna tala saman eða við þurfum að færa stateið okkar, hvaða departments við erum með, upp tréð yfir í þetta hérna. Þannig að þá getum við sagt hérna, eitthvað gerðist sem að uppfæra deildirnar okkar, breytum þið hér og þá breytist það hér. Þannig að þetta hérna tryggjara re-rendering af þessum hérna komponent. Og þetta er sem sagt það sem er í
þessu hérna sem er í þessu hérna dæmi með það lifting state upp þar sem við erum þessi hérna þar sem við þurfum að lifta upp statein okkar á milli komponenta þannig að þeir séu í raun í efra laginu og við getum það gert uppfært state þar sem að tryggjara re-renderingu á öllum sem eru fyrir neðan. Þannig að þetta er nú ekki tíma í það núna en ég vísa bara í dæmi hérna og hitt síðan sem við viljum núna geta gert er að geta uppfært og til þess að geta uppfært department þá þurfum við helst að geta komist inn í departmentið sem þýðir þá er að við viljum einhvern veginn opna deildina sérstaklega og þá þurfum við einhvern veginn að geta búið til eitthvað routing þannig að við þurfum einhvern veginn að geta sagt ég er núna á yfirlitinu og ég er að birta þess að departments en ég vil einhvern veginn geta fengið stakt department og þá þarf einhvern veginn að geta sagt hérna uppi ég get vilja komast hérna á hagfræði deild en það er í raun já og þá þurfum við að geta vísa einhvern veginn í þetta og það sem við þurfum þá að gera er í raun að búa til sem við viljum ekki gera við viljum þá einhvern veginn geta fengið inn einhverja virkni sem leyfir okkur að fá svona router og þá er það sem sagt í React router og React router er þess bara pakki sem við sækjum þannig að þetta komin upp í React router upp í útgáfu 18 fyrir ekki útgáfu 6 til að frá React sjálft þannig að þá sækjum við React router og React router DOM af því eins og React þá virkar hann líka fyrir React Native og þá setjum við upp þannig að í rótina á verkefninu okkar switch er ekki lengur nei, það er í 5 en í 6 er það orðið routes með S-i og svo route undir já, þannig að ég held ég hafi einhvers staðar sett nótu það ég myndi gera aftur því ég svo það ekki já af því það sem að þetta leyfir okkur að gera er þá í raun að vísa á stakt item það sem við viljum þá í raun geta breytt hlutnum og ef við erum þá að hugsa ok, við erum einhvern veginn komin með stakt department þá getum við í raun bara sagt hérna nú ætlum ég að kommenta bara út hérna þetta og þá var ég með eitthvað hérna department sem var í stakt department þá fer það eftir því hvernig við erum búin að setja þetta upp hver stýrir í raun stateinu hérna myndi ég segja út af því að departmentið er að fara að stýra stateinu og uppfæra stateið á sér sjálft að þá myndum við láta það bara eiga sjá sig sjálft að öllu leyti og hugsanlega væri það líka leiðin hérna að færa þetta department form inn í departments og þá getur departments síðan stateið og þá þurfum við ekki að refactora það mikið af því að þá er stateið á sama staðnum það er að fylgja hvað er að meina þá erum við búin að, í staðin fyrir að vera með þetta svona og við erum með þetta hérna þá erum við bara með app og svo erum við bara með department og department er síðan bara með department form þannig hérna er formið og hérna er departments þannig að þegar þetta hérna gerist þá getum við tryggjara re-renderi aftur sem keyrir use effectin aftur sem að sækir allt aftur ok, þannig við erum þá komið eitthvað department hérna og þá getum við bara sagt aftur, við ætlum að vera með það í department hérna og þá er það bara rosalega svipað á þetta hér við getum copy-paste þetta breytt því og þá er í raun þarf þetta hérna að fara á eitthvað slug hérna þannig að þá þurfum við með React router einhvern veginn að fá þetta slug þannig að segjum svo að við fáum það hérna bara sem eitthvað slug en þegar við erum búin að setja upp React router þá fáum við þess að í gegnum þetta hérna use params þannig að við erum með í hérna nei, býtum við hvað erum við með þetta að setja upp hérna já, ég var rétt á stað hérna þannig að hérna erum við með
route, þannig að þetta hérna verður routes ef við erum að nota rétt, route er 6 ekki 5, þá verður það hérna user/user, þá er user eitthvað sem ég get þá sótt í komponentnum user í gegnum use params húkin, þannig að þá fæ ég þetta sem bara einhverja dýnamíska breytu og get byrt upplýsingar hérna og þá á þess að vera búin að setja upp rétt router, þá bara fyrir tíma ætla ég bara að láta sem svo að við fáum þetta inn hérna, þannig að þá myndi að koma inn hérna slögg hagfræði-deild, það myndi náttúrulega ekki virka að gera þetta bara hardkóða hérna, af því að við þurfum að gera þetta í raun fyrir allar mögulega deildir sem að API-n okkar skilar, þannig að þá ætla ég bara að kommenta út þetta, það verður þetta hérna, gerum svona, þessi hérna ætla þá að exporta department, svona, departments, svona átt að vera, ok, þannig nú erum við ennþá alltaf með alla deildirnar, þannig í staðinn ætlum við ekki að sækja í raun þaðan, þetta er alltaf að sækja úr slóðinni sem er urluð okkar / slöggið okkar. Þannig að þá er þetta hérna, verður bara grunnslóðin okkar hérna, ekki / þegar við erum með / hérna aukalega. Þetta er bara slögg, þannig að við gerum console log url. Nú bilar eitthvað hjá okkur, departments.map is not a function. Við ætlum ekki að vera með þetta svona, við ætlum að vera með þetta sem sagt tökum þetta út. Núna út af því að við erum ekki að sækja lista, heldur við að sækja eitthvað stak, þá er oft betra að taka þetta út hérna og segja bara if state jafnt og error og þá segjum við return við að sækja deild og þá bara hættum við leið og það kemur eitthvað upp loading sæki deild og þá endur við hérna með það að þetta sé í lagi og þá getum við sagt hérna title ætlum við að fjarlæga svona, ætlum við að vera með department, set department, það er bara null til þess að byrja með, þar að segja við erum ekki búin að sækja neina deild og við ætlum að vera loading, ætlum að segja fetch department og set department sem verður þá JSON-ið okkar. Ok, ein villa hérna í viðbót og þá verður það department.title. Ok, þannig að núna komum við hérna inn og aftur sjáum við hérna sæki deild mjög hratt. Þetta verður hagfræði deild og ef við breytum þessu hérna eða bara nú búin til annan og segjum þetta þessa XX deild sem við byggum til áðan, þá kemur hún hérna fyrir neðan og það er sama hérna sæki deild og svo kemur þetta inn. Og þá getum við síðan sett hérna department.description og þá fáum við descriptioni úr þessu og það descriptioni hérna var þetta og svo núna ef við myndum vilja búa til leið til þess að uppfæra þá getum við búið til annarkvort form hérna sem var eins og það sem við vorum að gera í þessu hérna gaur eða við getum búið til bara annan svona komponent sem væri hérna og héti bara eitthvað department update og hann geti þá tekið inn
title sem að væri department title til þess að við þyrftum ekki að sækja aftur gögnin sem við vorum að sækja í komponentum sem að fara að nota þetta, hvað sem er. Þannig að við getum gert það hérna og þá þegar ég er búin að uppfæra og þá keyrist eitthvað svona, einhver hérna, við sendum það með pads með þá í raun hversu mikið eru að fara að uppfæra, eru að fara að uppfæra bæði titilinn og descriptionið, eða ætlum við að uppfæra bara descriptionið eða bara titleinn og þá kemur pads inn þannig að við getum í raun gert það, gert uppfæra við hliðin á titlinum, þannig að ég vil bara uppfæra titilinn, þá sendi ég bara titilinn í staðan fyrir að hafa eitt form sem uppfæra allt. Þannig að það er eitthvað sem við þurftum að gera hérna, en síðan getum við líka sagt, ég vil vera með í raun courses hérna, þannig að þá get ég líka haft annan komponent hér sem heitir courses og hann myndi gera það sama og þessi hérna, nema í staðin fyrir að sækja á þetta, þá myndi að sækja á slug/courses og þá er þetta aftur orðið eins og við vorum að gera þetta hérna, fáum tilbaka fylki og erum í raun að birta gögnin áfram. Þannig að svona er þetta í raun að þetta er bara nota fetch til þess að gera rétta leið til þess að uppfæra, ná í gögnin, sækja þau og það eina sem ég svona skil eftir núna sem kannski svona eitthvað flækjustig er þetta, hvernig ætlum við að uppfæra eftir ég er búin að keyra þetta. Þannig að ég uppfæri hagfræðideild yfir í breytið descriptioninu hérna, hvernig ætlum ég að representa það, hvernig ætlum ég að reloada því á móti því sem ég fékk tilbaka. Þannig að prófið það áfram, svo næsta mánudag þá hefur við tækifæri til að fara betur yfir það, en svo er í raun hérna hópverkefnið. Þannig að aftur, það eru dæmitími á morgun og svo skil á föstudaginn. Og þið getið alltaf heyrt í mér, tölvupósti eða Slack. Má ég spyrja mjög stutta spurningu út